Og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við að kitla bragðlaukana. Þeir eru komnir til mín frá Strikinu, Árni Þór Árnason yfirkokkur og Alexander Magnússon veitingastjóri, velkomnir. Takk fyrir það. Nú stendur mikið til. Já, heldur betur. Viljið að segja mig hvað er að fara að gerast hjá ykkur? Herðu, hann er sérst að koma til okkar, hann Eyþór frá Public House. Já. Public House er fyrir þá sem ekki vita. Já, Public House er sérst asískur smáréttastaður á Laugaveginum í Reykjavík sem opnaði 2015 held ég. Hefur notalega gríðarlega vinsælda og þeir komu líka í fyrra og voru þá með nokkra seðla í boði og var raunin saman núna en bara nýr matseðill og nýjir koktelar og svona og í raunin svolítið svona yfirtaka staðinn með mat og svona. En þið standuð ekki hjá og horfið á heldur hellið ykkur í Við erum að hellum okkur í þetta og við erum með í öllu bara og þetta er svona aðalega bara til að, alla eins og í eldhúsum bara fyrir neman okkur og mér sjálfan líka, bara að læra helling, sjá eitthvað nýtt og vera með líka bara öðru fólki, við erum mjög duglegir að gera eitthvað nýtt og búið eitthvað nýtt. Er þetta eitthvað í tengslum við Valentínusardaginn sem er í dag? Já, þú veist, þetta er alltaf svona skemmtileg uppákoma fyrir fólk sem vilja gera sig glaðan dag á Valentínusardaginn. Þetta er kannski ekki þetta hefðbundna, svona þriggjarétta fyrirbærið þar sem að þú færðir eins og hum og sushi í nautalund og svo endur á súkkulaðköku hjartalega. Þú ert alveg að springa. Klassíska. En þetta eru svona smáréttir, segirðu, já, og asískir. Já. Og þá getur þú borðað svolítið mikið því þeir eru svo léttir, er það ekki? Jú. Svo er náttúrulega í boði 3, 5 eða 7 rétta. Þannig að þú valið hvort þú viljið fara í fulla 7 rétta, fara milliveginn eða fara að fá eitthvað svona létt og gott. Svo er við alveg frá því bara að vera. Það er svona nautalund í aðrétt, en svo það er kolkrabb líka, það er túnfisk taco hérna. Hörpuskil. Hörpuskil sem ceviche, já. Sem er svona rá hörpuskil og marinera í suður-amerískri svona marineringu. Og sko, þetta þið eruð eiginlega að elda núna sko, þegar þátturinn fer í loftið og eldhúsið er opið til hvað, 10:30? Þannig að þeir sem eru að horfa, þið geta stokkið. En annars er það bara morgun laugardag frá klukkan hvað? Frá 5. Svo bara fram eftir kvöldi, við hefum nú aldrei verið eitthvað við því að skella í lás. Þetta bara þegar Ef stemmingin er góð og það haldið bara áfram að elda. Haldið bara áfram að elda, já. En hvað, í fyrra þá var þetta líka gert og komu margir, vakti þetta athygli, var þetta vinsælt? Já, þetta var mjög vel heppnað. Já. Það er samanhátt að ég og ég mætti nú vera búið að panta borð svona aðeins fyrirfram en þetta við fylltum húsið bæði kvöldi. Já. Var eiginlega vinsæll en ég þorði að vona mér svona í fyrstu atriðinu sko. Fólk tóku rosalega vel í þetta. Þið kannski vona sömu andlitum sem kom í fyrra sem að Já, mér sýnist það, svona umræðinu og þurfum að tala við bara vin og vandamenn. Umræða á netinu og svona. Er þetta ekki svolítið þakklátt fyrir einmitt svona fólk sem kannski að elda sinn matseðil svolítið langan tíma? Ég veit ekki hvað er maður ofta að skipta matseðil á svona veitingastað? Er það misjafnt? Það er allir gangur á því, við erum svona 1 og 2 ára ári. Svo líka, við erum komið svo marga svona klassíska rétti eða svoleið sko. Sem megum ekki taka út, sem er hálfgert lúxusvandamál sko. Þannig að þetta lítur að vera svona hressandi innspýting líka bara fyrir starfsfólki sem er að elda. Algjörlega. Að fá að elda eitthvað alveg nýtt. Og líka bara þjónana líka. Og náttúrulega alla kúnnana sem... Já, mikið lókallinn sem hefur allavega í fyrra sótti mikið í þetta. Við fáum líka náttúrulega barþjón frá Public House. Já. Hann er að við erum að bjóða upp á þessi kvöld 5 svona vinsælustu kokteilana. Já, frá þeim. Vitið þið eitthvað hvernig kokteila það eru? Sko, þeir einblína svona pínu á sake og líka náttúrulega að allt sé fest. Við kreistum lime, sítrónusána sjálf, við gerum engifer, sírópi sjálfir og allt þetta. Alveg spriklandi fest. Já, það er allt spriklandi fest og allt alveg rosalega góði kokteilar. Og sake, það er ekki hrísgrjónavín? Hrísgrjónavín, jú. Við erum að nota yuzu sake, við erum að nota hefðbundið sake og plómu sake. Það er náttúrulega skriðlegum tegundir af sake til eins og rauðvínu með einhverju. Akkurat. Og hann er rosalega skemmtilegur á barnum. Mjög gaman að fylgjast með honum, hann er pínu skemmtikraftur á barnum. Já. Hann ég man síðustu þegar við héldum hann, þá var ég oftast að skipta lag á playlistanum af því að það var ekki nógu upbeat, svo hann geti verið svona aðeins dansandi yfir hérna. Já, hann er bara með performance á barnum. Dansandi á barnum og flegjandi einhverjum í loftið og eitthvað svona. Er hann að djögla svona bara
allskyns einhverju og grípa það. Já, þú veist, það var kannski ekki juggling, það var meira kannski dansinn og svona kannski var hann að taka hérna skrúðtappa af hérna flösku og svo bara skautaði eitthvað í burtu og svona. Þetta var svona rosalega karakter og mjög gaman að fylgjast með hann. Og hann starfaði að öllu jöfnu á Public House á Laugaveginum. Já, hann gerir það. Þetta er spennandi. Takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Þetta er sem sagt í kvöld, föstudagskvöld, Valentínusardag og á morgun. Milli 5 og svona cirka, þangað til fólk endist. 10-11 og svona lefa staður eins og slíkun lopinn þegar fólk sitja í kokteilum og drikkjum og eitthvað svoleiðis. Það er opið alveg fram eftir bara. Spennandi. Takk kærlega fyrir að koma og segja frá þessu og gangi ykkur vel. Takk fyrir okkur.